Ég ætla að fara aðeins aftur yfir hvernig þetta gerist. Hér spurt í verkefninu, rétt fyrir ofan, hvað gerist í beisrás transistor 1 þegar spennan í tengipunktum 2 og 3 lækkar. Þegar spennan inn lækkar, raungildið lækkar. Það þýðir það að við fáum lægri spennu hérna í gegnum þennan spenni hérna T inn á afreiðsbrúna og þetta síðan hérna með þessu þétti. Þannig að það þýðir það að við fáum lægri spennu inn á R6 viðnámið. Það hluti af spennu sem sagt deilingu milli R6, R7, U-base-emitter og R11 og það eru þessi sem sagt atriði sem eru hérna í formúlunni hægra megin við jafnaðarmerkið. Senerdíóðan nefnilega tengt yfir þetta allt saman, yfir þessa spennu deilingu. Þannig að ef þú myndir hækka spennuna milli 2 og 3 þá verður R6 að hækka og hinar að lækka á móti. Já. Núna í þessari mynd hérna þá verður að sýna það gerist ef að kannski kemur álag á rafmagn, ef að kemur meira af álag, við kveikjum kannski á 10 kW og þá þarf hann meira að senda meiri segulmannstraum, það þýðir það að þá myndi spennan lækka og þá myndi þessi spenna hérna sem kemur inn á R6, hún myndi lækka. Senerdíóðan heldur jafnfæri spennu yfir þetta allt saman, þannig að hinar spennurnar verða að hækka á móti. Þannig að í base-rásinni við sjáum það að U-base-emitter spennan, hún hækkar. Það veldur því að base-straumurinn, hann eykst í rásinni, hérna, og veldur því að kollektorstraumurinn eykst líka. Þetta hefur áhrif svo lengra í rásinni sem að í rauninni þarf ekki að vera undir próf í sjálfu sér, heldur bara að þetta hérna, þið áttið ykkur á því hvernig þetta virkar. Þið standið klárir á þessu fyrirpróf. Þess vegna ég að taka þetta upp. Þannig að hérna, þið sjáu áhrifin ef að spennan lækkar á R6, þá hækka hinar, þá eykst straumurinn í base-emitter og kollektorstraumurinn eykst. Það nóg að segja þetta. Því að þá bregst rásin við og sendir meiri segulmannstraum út. Og í hins vegar, ef að spennan fer álag af rafvaranum og R6 hækkar, þá lækka hinar spennuna alltaf á móti og U-base-emitter spennan alltaf líka og minnkar base-straumurinn og kollektorstraumurinn minnkar líka. Og þá jafnast spennan aftur niður og verður eðlileg ef að hún hækkar við það álag dettur af rafvaranum. Það sem að gerist hérna áfram í rásinni, ef við skoðum þetta hérna örlítið áfram hér, að þegar við fáum meiri straum hérna í transistor 1, sjáum við hvernig hann tengdur hérna í transistor 2. Sem sagt, transistor 1, sem tengist inn á R11 hérna, hann NPN transistor, en hann dregur svo stýristraum á PNP transistornum hérna, transistor 2. Hann opnar þá meira fyrir hann, sjáu þið. Og við það, þá opnar transistor 2 fyrir meiri straum inn á þéttin. Það þýðir það að við fáum fyrr hleðslu á þennan þétti C5 og þá fáum við fyrr stýripúls hérna inn á týristorinn. Því að þá opnar U-19 transistorinn fyrr. Því hann með bara ákveðna brotspennu, þegar spennan komin upp í ákveðna spennu hérna á U-transistornum frá þéttinum, að þá opnar hann fyrir púls inn á týristorinn. Þannig að við notum þá meiri hluta af spennunni. Sem sagt, við skulum skoða bara 2 dæmi ég ætla að sé ekki hérna sýnt hér, já. Dæmi ef það lítið álag og svo hins vegar ef það meira álag. Hérna það einhvers konar hluti af álaginu sem
sem sagt hér eykst segulmagnastraumurinn og hérna á milli þá ef að við þyrftum mjög lítinn segulmagnastraum, ef það væri lítið álag þá værum við með bara örlítinn hluta hérna af þessum bláa fleti. Hann væri hérna lengst til hægri, bara pínlítið hluti, skiljiði. Það lítið álag á rafallan. En síðan fengjum við alltaf meiri og meiri hluta og þá myndi þéttirinn hlaðast upp fyrr. Því að hann byrjar að hlaðast upp þegar að hérna í vinstra megin við sem sagt í spennubilinu. Í byrjun spennubilsins hérna. Hérna stendur spennubil. Hérna lengst í vinstri þá byrjar þéttirinn að hlaðast upp og fljótlega þá getur hann farið að gefa stýripúls eins og við sáum á sveiflusjóni í verkefninu. Þá gaf hann einhvers staðar hérna stýripúls fljótlega eftir svona 25 gráður. Þá gaf hann púls. Og það var minnsta opnunarhornið, það bil 25 gráður. Og þá gríðarlega mikið álag á rafallann. Þetta eiginlega mesti segulmagnastraumur sem hann getur gefið. Ef þetta væri nánast allt saman blátt, sjáðu þið, þá fengi hann alla spennuna inn á segulvafið til þess að mynda segulmagnastraumin, sem þessi rauða lína hérna í gegn. Ok, þannig að það hefur áhrif hvenær við fáum orðið fulla eða nægilega háa spennu inn á þennan þétti hérna C5. Það það sem gerist hérna áfram í rásinni. Þetta bara að sýna ykkur, þannig að ef við fáum ef hann hleðst upp hægt, þá fáum við mjög lítinn hluta af þessu spennubili. Það bara mjög seint hérna. Til dæmis hægra megin hérna í spennubilinu. Mjög lítið hluti hérna kemur þá inn á til þess að halda uppi. Þá mjög lítið álag og rafallan. Ok. Þannig en þetta aðalmálið að við áttum ykkur á því hvað að gerast hér. Ef spennan breytist hérna yfir R6 þá hefur áhrif á allar hinnar spennurnar og það sem hefur mest áhrif U-base emitter spennan. Ok. Þannig að þið eru búin að sjá þennan texta hérna. Hér segir U-base emitter spennan hækkar og stýristraumur eykst inn á base vegna þess að U-Z1 helst alltaf eins sama spennan. Það verður spennurnar UR7, U-base emitter og UR11 að hækka þegar að UR6 lækkar. Það málið. Ok, næsta spurning hérna, hvert hlutverk transistors 2, TR2 og hvað stjórnar honum? Og eins og við höfum skoðað áðan, með þéttin C5 að transistor 2, hann stjórnar hleðslu þéttisins C5. Og transistor 1 stjórnar stýristraumnum inn á transistor 2. Þarna vorum við með hann, hérna, þetta transistor 2, hann að senda strauminn hérna niður á þéttin, hann að stjórna hleðslu C5 og transistor 1, hann að draga stýristrauminn, hann stjórnar transistor 2. Transistor 1 stjórnar transistor 2. Með að draga meiri eða minni stýristraum hérna í gegnum base-rásin á transistor 2. Ok, transistor 1 stýrir transistor 2 og transistor 2 þá hleður þéttin C5 hratt upp eftir því hvað við þurfum mikið segulmagnastraum inn á segulvafið. Það svona stutta svarið í þessu. Ok, síðan í C-liðnum, hvert hlutverk í hlutana transistor 3 og C5? Transistor 3, þetta svokallaði unity transistor og hlutverkið að gefa stýripúls inn á týristorinn. Þess að Silicon Controlled Rectifier heitir þetta SCR1 hérna, það týristorinn. Sko, ef að C5 hleðst hægt þá verður opnunarhornið stórt og þá fáum við minni strauminn á segulvafið, en ef að C5 hleðst hratt þá verður opnunarhornið lítið og við segulmögnum rafallann meira. Fáum við meira af spennu inn á hann. Ok.
Aðeins að leyfa þessu að vera áfram svo að þið áttu ykkur á þessu ef þið viljið taka mynd eða eitthvað eða skrifa eitthvað niður og svo stækka þetta svona ok. Opnun á hornið, það hversu langt inn á bylgjuna þú ert komin. Já. Geturðu útskýrt þetta graf aftur með þessa bylgju og hvað þú færð þarna upp svona? Ég áttum ekki á því hvað er hvað. Já, þú ert að meina þessa mynd hérna. Þessi mynd hér, já. Spennan sem að við fáum frá afriðuninni er þessi svarta lína hérna. Þið voru búin að sjá það. Og í bókinni þá er hún sýnd bara hérna, bara hreinlega svona. Að það kemur spenna frá þessum 4 díóðum, ófullkominni 3 fasa afriðun og svo kemur 0 á milli. Þetta er svolítið íkt hérna 0, tíminn á milli og svo kemur aftur. Þá kemur spennubil. Þetta er það sem við fáum í rauninni frá spennugjafanum sem að er eftir afriðunina. Spennugjafinn upprunnilega er sátur sísegulrafalans. Hann er sem sagt út á endanum á rafalan, sísegulrafalinn. Þetta kemur frá 3 fasa af afinu, sem sagt. En af því þetta er ekki fullkomin afriðun, þá fáum við 0 í spennuna. Það er það fyrsta. Í öðru lagi þá er þetta bara spurningin, opnum á hornið, til dæmis gæti verið einhverjar gráður hérna. Þetta er rauninni ekki rétt samkvæmt þessari mynd. Þetta hlýtur að vera eitthvað meira heldur en 90 gráður. Ég skellti bara hugsanalaust einhverju hérna inn sem er örugglega ekki rétt. Er það að opna inn á segulværi þá? Sem sagt, hérna er þéttirinn að byrja að hlaðast upp og er orðin komin upp í brotspennu Uni-Junction transistorsins, transistor 3, og þá hleypir hann sem sagt púlsi inn á stýriskautið á týrstólnum og þá opnar týrstólinn fyrir sem sagt spennuna frá þessari afriðun inn á segulvafið. Þessi spenna fer inn á segulvafið og eykur hérna strauminn inn á segulvafið. Það er það sem er að gerast. Síðan þegar spennan fer í 0, þá tekur straumskipti díóðan við að leiða strauminn. Þessi línaðan fyrir ofan, það er ekki hluti af rásinni. Ertu að meina þessi hérna slaufusugi? Já. Nei, þetta er bara til að segja hér, straumskipti díóðan leiðir strauminn frá segulvafinu sem nú er spennugjafi. Bara til að vísa á það. Bara óvart ég notaði sama litin. Það hefði átt að vera annar litur á slaufusugan. Er þetta ekki eins og þau vorum að reikna þarna með heilbyggjafri, eða með sem sagt til það fullkomnafri, þryggjafri, þá fegstu svona svipa á þetta nema það er ekki svona langt inn á milli. Einmitt, sem sagt, það eru bara 6 svona púlsar ef við erum með 3 fasa afriðun og 6 díóður, þá eru bara svona 6 gárur fyrir hverja 360 gráður, heila sveiflu. Ekki 3 ár? Nei. Svo að hérna, nú skulum við skoða þetta áfram og hér er 3. liður, hérna er A, hérna díóðnar D14, 15, 16 og 17 mynda ófullkomna afriðun. Hver er tilgangurinn með því? Og tilgangurinn með því er að slökkva á týristólnum, sem að láta hann hætta að leiða. Þannig að við getum ákveðið hvenær við kveikjum á honum hérna í spennubilinu. En stuttasvarið er slökkva á týristólnum. Og þetta er skýringamyndin sem vantaði þá inn í ykkar blað. En þessi mynd er úr bókinni, Rafeindatækni seinni hluti. Og sem sagt, jú, ég verð að slökkva á týristólnum hérna á milli til þess að ég geti kveikt á mjög snemma til þess að fá mikla segulmagnun eða til þess að geta kveikt á honum
einhvern tímann seinna. Ég verð að geta ráðið hversu mikinn hluta af þessari spennu ég vil nota. Ég gæti ekki gert það. Því að ef að það kæmi aldrei 0 hérna, þá væri sem sagt týristorinn alltaf í leiðinni. Hann væri bara leiðandi allan tíma. Og ég fengi bara þessa gárur hérna endalaust hérna inn á segulvaði, bara fulla segulmögnun allan tíman. Með 60. Ef það væri 60 fullkomin sem sagt þryggjafasa afriðun, þá gæti ég aldrei stjórnað straumnum inn á segulvaðið. Já, tilkjöfur með því að hafa bara 4, þá getur þú slökkt á því. Já, þá fæ ég 0 í spenna til þess að slökka á týristofnum. Það er málið. Sko, við þurfum eiginlega líka að rifja bara upp, sko, og við gerum það í rauninni betur í næstu viku sennilega, verkefni 14, þar sem við förum í stýrða hálfbryggjuafurðin betur, rifja hana upp frá fyrri áfanga og stýrða heilbryggjuafurðin. En við höfum í verkefni 16, það er stýrð heilbryggjuafurðin. Því þar eru við með 4 díóður. Hún er reyndar sem sagt, hún er hálfstýrð, ekki heilstýrð. Og það þurfum við aðeins að skoða. En ok, þetta var 3. Nú skulum við fara í B-liðin hérna í 3. Spurt er, ef afriðunin ætti að vera fullkomin, þá þarf fleiri díóður. Hvar eiga það að vera? Þá að bæta þeim inn á myndina. Þá sjáum við að þessum 2 díóðum hefur verið sleppt til þess að gera þessa ófullkomnu afriðun. En með því að bæta þeim þarna inn á, þá myndum við fá fullkomna afriðun, en þá gætum við ekki slökkt á týristóttum. En bara til þess að átta ykkur á því hvaða díóður voru teknar í burtu, skiljið. Er ekki venjulegt að teikna þessa mynd svona? Þryggjafasa afriðun er bara svona, hreinlega, með 6 díóðum. En ég segi að þú ert bara með myndina ekki svona teiknið á það. Þú veist, myndir þú setjum þú fyrir í þessu og það er svona erfið að lesa í það. Já, þessa hérna. Þú veist, bara eins og í þessari hérna, þá er þetta bara sett upp að eftir BH, skilur við, þetta hérna. Þannig að það eru 2 díóður hérna sem var tengjast inn á P3, bara með sitt hvora önnur með anóðu, hinn með katóðu. Þannig að þetta er svolítið erfitt að sjá þetta fyrir sér. Það er betra að sjá þetta fyrir sér í þessari rás, sko, hérna. Þetta er bara raðað örlítið öðruvísi upp, skiljið. En þetta er nákvæmlega sama tengingin. Við sjáum að P3, hann var með anóðu og eina díóðu hérna á katóðu. Það var P3. Sjáum við hérna P3, eina á anóðu, eina á katóðu. P2 er bara á anóðu á D14. P2 er bara með anóðu á D14, passar hérna. Og síðan P4, hann er með katóðu á D17. P4 með katóðu á D17. Þá er þetta upptalið. Það er komin með 4 díóður og þannig lítur þetta út. Ok, það er svona bara auðveldara að skilja hvernig rásin er með því að teikna þetta upp svona. Ok, og við bættum þá þessum 2 díóðum til þess að átta okkur á því hverjir voru teknar í burtu. Allt í góðu. Síðan, hvaða hlutverk gegnir zeta 1 á myndinni? Hlutverk zeta 1 er óskgildið. Kjörgildisspenna er líka þetta kjörgildi, það kannski var hugtak sem var notað hérna áður, en það er miklu oftar eða hefur verið breytt yfir í óskgildi. Og hlutverkið er sérst í rauninni að búa til óskgildisspennu fyrir reglunar rásina sem er þá
útskýrt með þessari formúlu hérna. Það sem að auðseta spennan yfir alla þessa íhluti sem hérna hægra megin, sem R6, R7, base emitter og transistor 1 og R11. Þau spennuföllin yfir alla þessa 4 íhluti sem að sinnedían hliðtengd yfir og hún heldur fastri spennu yfir alla þessa íhluti og ef þessi UR6 spenna breytist þá hefur áhrif á allar hinnar spennunar. Þannig þetta að virka. Ef UR6 lækkar þá hækkar base emitter spennan líka og þá eykst segulmagnastraumurinn aftur til þess að ná spennun aftur upp. Ok, og ef að UR6 hækkar aftur tilbaka, lagast að þá lækkar base emitter spennan og dregur úr segulmagnastrauminn inn á segulvaðið. Þannig virkar þetta í stuttu máli. Síðan, hvert hlutverk SCR2? Þetta í stóru stýrirásinni. Þetta í rauninni varnarrás. Og við förum aðeins hérna upp í stýrirásina stóru. SCR2, það þessi hérna. Hann tekur í rauninni spennuna af segulvafinu og þessari stýrirás hérna. Þannig að hann lækkar spennuna hérna niður, tengir þennan hlut hérna niður bara í mínusinn. Hérna, í spennu hlutanum. Þannig að hann lækkar spennuna yfir segulvafið. Ef að spennan inn í segulvafið verður of há, þetta svona varnarrás hérna, þessi hluti hér. Og það skynjarinn hérna rauninni R23 inn á þennan Unity-junction transistor sem bara teiknaður eftir öðru staðaltákni. Þetta nákvæmlega eins Unity-junction transistor má segja mjög svipaður eins og transistor 3, þessi transistor 5 hérna. En hann opnar bara ef að spennan verður yfir C8 komin upp í brotspennu á hann og þá gefur hann púls hérna inn á SCR2. Og hérna þá lækkar spennan yfir segulvafið, yfir þannig hluta hérna rásinni. Ver sem sagt rafalan fyrir of hárri spennu ef eitthvað bilar. Þá skynjar hann sem sagt spennuna hérna yfir segulvafið, hérna inn í gegnum R23 og þá kemur púls inn á SCR2 frá Unity-junction transistornum og spennan lækkar hérna yfir segulvafið. Og þá það hér textinn, þessi hérna. Hvert hluti SCR2 á myndi 8.4. Hluti af varnarrás, sem sagt þetta kannski svona yfir álagsvörð fyrir segulvafið. Ef spenna yfir segulvafið verður of há, þá opnar Unity-junction transistor 5 og sendir púls inn á stýriskaut SCR2 sem lækkar spennuna yfir segulvafið. Ok, erum við konum með þetta? Nei, ekki alveg. Hver sagði nei? Þetta ekki á upptöku? Þetta upptöku. Þurfum við að geta teiknað þessa rás með fyrir neðast? Rás, mynd, grafi. Sko, ef þið fáið eitthvað svona á prófið þá verða allar myndir sem að fylgja með, skiljið. Þið bara gera eitthvað smá lýsingu. Stutta lýsingu. Eitthvað. Upp eða niður? Aðeins upp? Aðeins. Ok.
Þetta bara í rauninni svona brotaprót af því sem var í þessum rafeindatækni 253. Þannig við erum bara rétt að taka svona smá rjóman af honum með þessu. Út af spönnunni? Já. Annars færum við í gegnum meira af svona tímadæmi. Setjum þetta áfangars. Annar, ef þetta væri alveg heil öll, þá getum við að fara yfir. Mér finnst verða að vera með þetta svona spönn, sko. Það er, þú ert alltaf tíma, sko, þú setur skóla til 5:30 og þetta læra alveg endanlega seinna, sko. Allar náttúrulega. Þess að það er rétt nær að sofa og svo mætir aftur í skóla, sko. Já. Það er að sofa? Þú veist, rétt nær þessi tíma sem það er til að sofa, skilur við. Ég er alltaf að læra bara að þú fyrir að sofa. Erum við komin með þetta? Nice. Ok. Sem sagt, já, já, býtum nú við. Síðan var bara að teiknaði myndaspennu yfir segulvæg rafalans og gefa það eitthvað opnunarhótt týrstórsins. Já, í rauninni það væri að bara að útbúa einhvern veginn svona mynd, sem sagt, af þessu hér, að taka þessa mynd hérna og teikna inn á hana. Teikna inn á þessa mynd hérna sem það var í bókinni. Það var svona hugmyndin að þessu til þess að átta sig á því hvernig þetta geti orðið. Þið tóku líka mynd af þessu í tölvusauðupplýsjóni. Þannig við þurfum, þau eru kannski búin að ná mynd af þessu hérna. Þurfum við í sjálfu sér kannski ekki að eyða núna tímanum í að risa þetta upp, en það er hægt að gera það bara gróflega. Ok, má ég fara í næsta? Bíða þess, já. Ok. Já, einhverju fleiri sem að vilja ná þessu að spyrja þetta. Þessu ströym hérna er svo annað sem ekki er. Þetta er spenna. Já, bláa svæðið er spennan sem að kemur inn á segulvagið til þess að straumurinn aukist hérna. Já, straumurinn hérna er... Já, dvína. Þetta er að við getum straumskiptið díóðana. Þangað til að blái ferið sem byrjar að púlsinn inn á týrstúrinn kemur hérna, hann opnar fyrir spennuna frá spennugjáðanum, þá eykst straumurinn aftur hérna inn og ætti kannski aðeins að... Segulvagið er að skipta milli þess að vera rafali og mótor í rauninni. Það er að gefa afsinn. Hann verður spennugjafi, segulvagið verður spennugjafi hérna þegar spennan frá... Bara í þessu. Já, hérna frá hingað kemur kraftur frá spennu frá sátrið sísöðurráðans. Straumurinn hérna lækast við, straumurinn eykst þegar spennan er hérna, það er að lækka börnum. Já. Þetta hérna er spennan. Sem við notum ekki, já. Við notum ekki þetta hérna frá hingað. Það er bara þetta hérna sem við notum. Já. Þannig að segulvagið er spennugjafi hérna frá hingað. En við erum að nota... Það er ekki að horfa á þessari. Já, sko, straumskiptidíóðan er að leiða strauminn frá segulvaginu þennan tíma. Þarna er segulvagið spennugjafi hingað þegar að spennan kemur frá týrstórsinn aftur. Ok, segulvagið er sjálft að... Já, senda þennan straum hérna í gegnum straumskiptidíóðan. Hérna er að týrstórsinn. Já. Þannig að það er opnar. Já, ég er ekki vissum að þetta sé rétt þessi inn á myndir. Þetta er eitthvað að opna það. En það er þá svona cirka, þetta ekki minna opnar það með að meira á það? Jú. Minna opna það, meira á það. Þannig að líka að Gæti verið, já. Þannig að við myndum opna þess að þetta er 90 gráðum sem opna þá við fyrstu byggjum og sérst við 30 gráðum þá. Já. Þá er mikið á það. Eitthvað svo þess, já. Það er rétt skilið. Ok, þetta er málið. Þá kannski er bara lítið eftir af þessari æfingu, já.
hér er bara að teikna myndaströmmin gegnum segulsviðið inn á sama opnunarhorn og nota þær í lið A. Þetta er bara eitthvað, þú veist, hérna er meira álag heldur en það var í hinum. Og strömmurinn er teiknaður svona ekki mjög nákvæmlega, en það er bláa línan í þessu tilfelli. Þú getur sagt hérna, hér er meira álag. Á rafana. Meiri. Svona, ok. Þá held ég sé búinn að fara yfir þetta verkefni þannig að við höfum meiri skilning á spennustýringunni. Þá ætla ég að loka upptökunni.